Bjarni minn, er þetta búið að vera svona alla vikuna? Eftir markið á móti Fjölni þá fór ég fram að þetta. Kiddi, Já. púsa hægri, þú verður að púsa vel, þetta er markaðskorinn. Já, þetta er að koma þarna. Er það koma? Já, hann er klár í næsta leik, þetta. Kláður næstu leik. Þetta gerir þetta náður. Gerir þetta vel. En hérna, þið myndið standa upp svona til að taka þetta var ljómandi gott hjá okkur. Kiddi, hefur þú einhvern tíma séð þennan mann skora með hægri? Hann hefur örugglega skorað æfingum með hægri, en ég man nú ekki beint eftir í endina. Benni, gott aðeins í minningunni, hvernig er þetta mark? Þetta var nokkuð flott mark. Í minningunni er þetta að dettur bara bolti út úr teignum og hann svona passar betur að reyna að skjóta með hægri og það var eina markmiði var að hitta boltan og svo betur fyrir að koma á mark. Þetta var eina hóta, þú settir hann alveg bara upp í saman markminn, þetta var stórkvæslega mark. Nei, það er nefnilega ekki rétt. Ég hef búinn að heyra marga segja þetta hafi ekki samskipti. Nei. Það er vindátt hérna. Óli, stiltu. Nei, þetta fór ekki um þetta var held ég eitthvað svona einhverju miðju hæð held ég, en út í stöng, þannig að markmaður átti ekki séns. En strákar, núna Fylkir úti, þeir eru á smá uppleik, hvernig líst okkur á það? Ok, en við erum saman með? Það er bara mjög spennandi og krefjandi verkefni. Þeir eru búin að vera bara ágætis rönni núna og mæta okkur væntanlega bara fulli sjálfstraust og við þurfum að gera töluvert betur en á móti Fjölni. Ég verði eiginlega aðeins að spyrja ykkur út í þann leik og Bjarni, ég veit að hann skoraði ekki þín megin en þegar Þórir labbaði gegnum þessa 50 metra og þessar 5 valsslag, hvað segir þú, hvernig horfði það við? Það var skelfilegt að sjá það. Nei, menn það er alveg svo hvort það gerist hægri með vinstri megin, við berum allir ábyrgð á þessu og það er búið að fara við þetta að svona átak geta gerst og við skulum bara vona að við höfum lært af þessu. En bara með heimavöll, hvernig hafið þið leikmenn upplifað stemninguna á heimavölli? Hvernig svona finnst það? Við vorum góð aðsókn og svona hvernig hafið þið upplifað það? Þið hafið nú spilað nokkra leikina inn á Ótavöllum þið báðir. Hvað finnst þið? Ég og þú svona? Já, ég spilaði ekki fyrsta heimaleikinn en ég var í stúkunni og það var náttúrulega mjög góð stemning þar. Svo leikunum á FH, það var náttúrulega full stúka þar og það hjálpaði okkur klárlega með sigurinn og það er bara mjög mikilvægt að þótt að við séum ekki endilega að ná í rétt úrslitin að fólk haldi samt áfram að mæta á völlinn og sýningu stuðninga því það telur heldur mikið í þessu að við finnum fyrir því í stúkunni því þá koma sigurarnir. Við fundum réttu blönduna á móti FH eins og allir sáu. Af hverju spilið ekki bara þannig í hverjum leik? Er þetta eitthvað flókið? Nei, svona raun og ættist ekki á flókið en það eru fullt af litlum hlutum sem það tikka saman til að við náum svona góðan leika sem út FH og við náum því ekki á móti Fjölni. Þannig að við ætlum að gera allt sem við getum til að þessi hlutum smelli saman á móti Fylki á svona leik. Hvað viljið þið segja við kannski valsmenn sem eru svona pínu svarsinni kannski, þú veist, vond úrslit á heimavelli, þó betri úrslit á útivelli en svona sem eru svona eitthvað efins kannski með þess að byrjum við erum kannski neðar en við áttum von á. Hvað viljið þið svona segja kannski við það? Ég myndi vilja segja að það er lítið búið á mótinu og það getur ennþá margt breyst og það er ennþá stutt á milli liða í deildinni þannig að bara hver umferð þá breytist taflan og við náum einn stöðuleika þá náttúrulega það er bara ein leið og það er náttúrulega bara upp og við þurfum bara núna að vinna nokkur leikir og þá förum við úr töfluna og þá bara, eins og ég segi, fólk heldur að mæta völlinn og styðja okkur og þá er það mjög mikilvægt fyrir okkur og því þá spilum við betur, það er bara þannig. Og finnið þið fyrir því þegar þú veist þó að þessu 20 vassar eða 50 eða 100 að mæta sérstaklega útileikina, finnið þið fyrir stundum? Já, klárlega. Mér finnst náttúrulega bara líka aðalega þegar maður labbar á völlinn og það er að kynna liðin að maður lítur upp í stúkuna og það er bara búið að vera finnst mér mjög góð mæting, miklu betri síðustu ár.
og þó að náttúrulega maður sé að lifa sér í leikinn, þá náttúrulega veit maður af þessu því að, sem ég segi, þegar maður er að labba hérna út á völl fyrir leikinn, þá finnst mér þetta náttúrulega bara brilljant. Kiddi, hvað ætlar að gera næst þegar Bjarni skorar með hægri? Hvað ætlar að gera næst? Já. Það legg ekki bara hægri skóna allavega á hilluna. Ég geti alltaf þrifið þetta mikið betur en þetta. Herði, flottstakamenn, gangi ykkur vel á móti Fylki. Takk hérlega.